gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég heiti Eygerður Margrétardóttir og hef starfað fyrir sambandið í 2 ár. Hef reyndar starfað að umhverfis- og úrgangsmálum sveitarfélaga í 15 ár. Ég sjáðu ekki örugglega skjáinn, er það ekki? Glærurnar, já. Ég starfaði fyrst fyrir Fljótsdalshérað og svo Reykjavíkurborg áður en ég kom til sambandsins. En ég ætla að fjalla verkfærakistu sveitarfélaga í loftslagsmálum og það verkefni sem hlaut styrk frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu síðastliðið sumar í tengslum við aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og í dag kynnum við verkefni undir heitinu loftslagsvænni sveitarfélög. Verkefnið miðar að því að efla og styðja við starf sveitarfélaga að loftslagsmálum og fyrst og sinn enginn sem unnið að því að unnið með losun í rekstri sveitarfélaga. En við erum að vonast til að hægt sé að útfæra verkefnið frekar síðar og ástæðan fyrir þessu að samkvæmt lögum með loftslagsmál þá sveitarfélögum gert að vinna loftslagsstefnu fyrir sinn rekstur fyrir lok þessa árs. Og að vinna með losun frá rekstri sveitarfélaga virðist kannski lítið verkefni fyrir suma, en fyrir þau sveitarfélög sem vera að stíga sín fyrstu skref í loftslagsmálum, þá getur þetta verið mjög stórt skref. Eflaust ykkur ykkar sem sitja í náttúruverndarnefnd sveitarfélaga hafa tekið þátt í samstarfsvettvangi sveitarfélaga loftslagsmál og heimsmarkmið. Þetta verkefni loftslagsvænni sveitarfélög tengir samráðsvettvangi sveitarfélaga sterkum böndum og mér langar aðeins að vekja athygli á honum, en hann var stofnaður á Kvenréttindadaginn 2019 og núna í dag hafa 50 sveitarfélög tekið undir stofnyfirlýsingu þessa vettvangs og sem segir að þau ætli sér að grípa til aðgerða í loftslagsmálum, bæði hvað varðar að draga úr losun og aðlaga samfélagið að þeim breytingum sem munu verða og hafa orðið vegna loftslagsbreytinga, sem dálítið þetta verkefni sem Halla Sigrún talaði hér áðan. Hugmyndin að loftslagsvænni sveitarfélögum var til í kjölfar vinnustofu samstarfsvettvangsins loftslagsmál í nóvember 2019. Ég mun sýna ykkur aðeins þær áherslur sem komu fram í þessari vinnustofu hér á eftir. Við höfum stofnað vinnuhóp loftslagsmál og þar sem sitja nokkrir fulltrúar sveitarfélaga og sveitarfélögum stendur til boða að taka þátt í þessu starfi. Þannig ég hvet ykkur til þess að hafa samband við okkur ef þið hafa áhuga á því. En markmið verkefnisins loftslagsvænni sveitarfélag var kynnt á tengiliðafundi samstarfsvettvangsins í október í fyrra. Og í framtíð gerðum við könnun á meðal sveitarfélaga væntingar sveitarfélaga til verkefnisins í ljósi þá þessa að þau þurfa að vinna loftslagsstefnu fyrir sinn rekstur samkvæmt lögum, eins og ég sagði áðan. Aðeins varðandi þessa vinnustofu sem ég nefndi, sem var upphafið af þessu verkefni, að í þessari vinnustofu þá voru þátttakendur beðnir að svara 2 spurningum. Annars vegar hvaða væntingar þeir höfðu til loftslagsáætlunar sveitarfélaga og hins vegar hvað væri raunhæf nálgun á verkefni. Og niðurstöður vinnustofunnar voru bara mjög afgerandi og helstu niðurstöður voru að sveitarfélögin ættu að vinna saman að loftslagsmálum og leggja áherslu á samráð og þátttöku sem flesta og auka samstarf við ríkið loftslagsmál. En einnig að vinna samskonar og samræmt losunarbókhald en svo líka var horft til þeirra markmiða og aðgerða í loftslagsmálum og að þeir séu skýr og tímasett, raunhæf og mælanleg. Þannig að þessar niðurstöður eru dálítið kveikjan af þessu verkefni, loftslagsvænni sveitarfélög eða verkfærakista sveitarfélaga í loftslagsmálum og við sóttum reyndar styrk í loftslagssjóð í janúar 2020 fyrir verkefnið en sem fekk ekki brautargengi þá en verkefnið fekk svo styrk í gegnum aðgerðaáætlun í loftslagsmálum eins og ég nefndi í upphafi. Ef við horfum aðeins á aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum,
sem var gefin út í júní 2020. Þá þetta 48 aðgerðir til að ná markmiðum stjórnvalda samdrátt í losun og þetta svona endurskoðun áætlun frá 2018 og í þessari gildandi aðgerðaáætlun þá eru 15 nýjar aðgerðir og hver þessar aðgerðir bæði kostnaðarmetin og svo ávinningu þeirra í samdrætti áætlaðir. Þessi verkefni sem ég að kynna hérna, loftslagsvænni sveitarfélög, hluti af G-hluta þessa áætlunar sem kallast hvata til umskipta. Og ég vil svona hvetja ykkur til þess að kíkja á þessa aðgerðaáætlun ef þið hafa ekki þegar gert það. Það er mjög margt forvitnilegt að finna í þessu plaggi. En svona verkefni sem loftslagsvænni sveitarfélög hefur ákveðið samhengi og umgjörð og mér langar til þess að nefna heimsmarkmiðin sem eflaust mörg ykkar hafa komið að og að vinna að einhverju leyti. Og loftslagsmál ekki bara eitt af heimsmarkmiðunum, heimsmarkmið 13, heldur má finnast í raun og veru einhverja loftslagstengingu við nánast öll þessi 17 heimsmarkmið. Og svo má auðvitað líka segja að starfsemi sveitarfélaga nær líka til allra þessara heimsmarkmiða. Verkefni loftslagsvænni sveitarfélaga hugsað sem hluti af stærri heild og þá erum við náttúrulega að horfa til þess alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í að draga úr losun og þá þess bæði þessa 40% samdrátt árið 2030 með árið 1990 og að stefnt sig að kolefnishlutleysi árið 2040. Og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, eins og ég nefndi miðað að því að útlista þær aðgerðir sem á að ráðast í til þess að ná þessum markmiðum. En sveitarfélögin höfðu aðkomu að aðgerðaáætluninni sem ég sagði frá áðan og ég fulltrúi sveitarfélaganna í þeirri vinnu í þessari verkefnisstjórn aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. En mér langar einnig til þess að nefna því að sveitarfélögin hafa einnig fulltrúa í loftslagsráði. Þar sitja 2 fulltrúar sveitarfélaga og líka í þessum starfshópum stefnum aðlögun að loftslagsbreytingum sem Halla Sigrún fjallaði hér áðan og ég þá þessi fulltrúi. En mér langaði líka að nefna að íslensk sveitarfélög eru mörg hver löngu farin af stað og hafi vinnu að loftslagsmálum og lágmörkun losunar gróðurhúsalofttegunda og fyrsta stefna kom fram 2009 og síðan þá hefur ýmislegt gerst. Mörg sveitarfélög eru hluti af þessu alþjóðlega verkefni Going Out of Measures for Climate and Energy og sveitarfélög hafa einnig unnið með festu sem miðstöð samfélagslega ábyrgð og til þess að auka þá svona samvinnu í loftslagsmálum. En svo líka mörg sveitarfélög sem hafa unnið losunarbókhald að einhverju leyti og áætlað losun frá landi. En eins og ég sagði áðan þá erum við að horfa á þessa kröfu að vinna loftslagsstefnu rekstur sveitarfélaga og horfa til þess að reyna að klára það í lok þessa árs. Og þessu verkefni þá ætla þess að styðja við þá vinnu. En við horfum aðeins á þetta verkefni, loftslagsvænni sveitarfélög, að þá hlutverk verkefnisins fyrst og fremst að vinna, að styðja og efla sveitarfélög til að vinna aðgerðamiðlega stefnu í loftslagsmálum og fylgja henni eftir með mælingum og aðgerðum. Og ef við horfum á þessi svona 4 meginmarkmið, þá þetta eins og ég sagði áðan, þessi lagaskyldu til staðar og verkefnið þá ætla til þess að aðstoða sveitarfélögin að uppfylla þessa lagaskyldu. Í verkefninu verður einnig útbúið aðgengilegar leiðbeiningar og smiðmát sem þá öllum sveitarfélögum aðgengileg og einnig þá númer 3 að vera þá með svona samræmdan og aðgengilegan losunarreikning til þess að setja áætta losun og þessi losun þá byggir þá á viðurkenndum stuðlum. En svo 4. og síðasta atriðið að bæta þekkingu innan sveitarfélaga að loftslagsmálum. Og það er mikilvægt verkefni. Ef við zoomum þetta aðeins upp og þá erum við að horfa á að þessi verkverkista sem loftslagsvænni sveitarfélög gengur út á þá að ákveðna afurðir og þá erum við að horfa á þessar losunarreiknir, sniðmát fyrir stefnu og aðgerðaáætlun,
og aðgerðabankið og hugmyndir sem að aðgerðum sem sveitarfélög geta sótt í til að draga úr losun. Það verður þá einnig fræðslu og kynningarefni, bæði fyrir starfsfólk sveitarfélaga og sveitarstjórnarfólk. Og við erum að horfa til þess að vefsíða muni halda utan um það efni sem verður til. Við leggjum áherslu á samráð í verkefninu og þessi samstarfsvettvangur sveitarfélaga um loftslagsmál og heimsmarkmiðin hefur verið nýttur til þessa samráðs og þessi vinnuhópur sem var stofnaður í tengslu við það verkefni. Einnig hefur verið stofnaður stýrihópur verkefni sem fer svona með yfirumsjón með því. En við stefnum að því að fá nokkuð sveitarfélög til að pröfa þessa vefsíðu og þessa afurðir sem verða til í verkefninu áður en við setjum hann í loftið. Þannig að það er eitthvað sem er framundan. Hér þeir fulltrúar sem sitja í stýrihópi verkefnisins. Þetta eru Elva, Rakel og Erla eru frá Umhverfisstofnun, Guðjón Bragason og Hrönn Hrafnsdóttir eru frá sambandi sveitarfélaga og svo Helga Barðardóttir frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu sitja þennan stýrihóp sem er ætlað að tryggja samvinnu og gæði afurða verkefnisins. Ef við horfum aðeins á tímalínuna frá því að verkefnið hófst, þá búist við að verkefnið spanni í heilt 9 mánuði og að vefsíða sem heldur utan afurðir verkefnisins líti dagsins ljós núna í júní og vonandi erum við að horfa þá í byrjun júní. Í þessu mánuði stefnum við að því að geta rýnt frumdröð af verkefninu og geta byrjað að prófa virkni vefsíðunnar. En í október í fyrra kynntum við markmið verkefnisins á fundi samstarfsvettvangs sveitarfélaga sem örugglega ykkur hafa setið. Í framhaldi af þeim fundi þá gerðum við könnun meðal sveitarfélaga væntingar til þessa verkefnisins til þessara verkfærakistu. Og mér langar aðeins að sýna ykkur helstu svör sveitarfélaga við þessara könnun. Tæpar 2 mínútur. Já, ég held að ég nái því. Takk, Hildur. En niðurstöður könnunarinnar voru á þá leið að losunarreiknir var dálítið efst á lista hjá sveitarfélögum og við höfum dálítið miðað þróun verkefnisins við þetta. En einnig að þessi sniðmát fyrir þá bæði loftslagsstefnu og aðgerðaáætlun og þessi hugmyndabanki, þetta var dálítið þau atriði sem þeir sem svöruðu könnuninni nefndu. Við höfum sett fram fyrstu drög af vefsíðunni sem halda utan verkefnið og nánast allt efni sem verður til verður aðgengilegt á ytri síðu vefsíðunnar en sveitarfélög geta fengið aðgang að innri síðunni og munu þá geta áætlað sína losun í gegnum þann hluta vefsíðunnar. Þannig þið sjá dálítið útlit vefsíðunnar hérna og eins og þau liggja fyrir núna og merki sem við erum að horfa hérna á. En mér langar aðeins að lokum að nefna að við lítum svo á hjá sambandinu að þessi útgáfa verkefnisins núna í júní séu ekki fyrsta skrefið. Ég er alltaf frekar vongóð að þetta verkefni geti stækkað og þá geta, þegar við í júní, þá geta öll sveitarfélög nýtt vefsíðan til að áætla sína losun og vinna loftslagsstefnu og aðgerðaáætlun fyrir sinn rekstur eins og þeim er gert að gera samkvæmt lögum. En við erum að hugsa sér að verkefnið stækki og má til að mynda líta til Noregs í leit að fyrirmyndum. Ég setti einmitt hérna upp vefsíðu sem að sveitarfélög í Noregi geta haft aðgang að og hérna til dæmis niðurstöður fyrir Lund og þar geta hvert sveitarfélag í Noregi nálgast áætlaða losun innan sveitarfélagsins þó ekki bara fyrir sinn rekstur heldur heildarlosun og þessi losunarbókhald byggir á sömu forsendum og tengist losunarbókhaldi norska ríkisins. Þannig að þetta er mjög áhugaverð nálgun og einmitt að fyrir sveitarfélagi geta nálga losunartölur aftur í tíma líka og borið sér saman við einhverja meðallosun eins og þið sjáið neðst á þessu formati.
þá getur sveitarfélag séð svona hvað meðallosun út frá fjölda íbúa og stærð svona sveitarfélagsins. En þetta verkefni samstarfsverkefni Norsku Hagstofunnar og Umhverfisstofnunar Noregs, þannig að ef þið viljið kynna ykkur það verkefni eitthvað frekar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk fyrir mig.